Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Virðulegur forseti. Það má segja að forsætisráðherra sé formaður kjararáðs aldraðra og öryrkja, því það er ríkisstjórnin og Alþingi sem ákveða kjör þessara hópa. Nú hafa alþingismenn og ráðherrar eins og fjölmargir aðrir hópar í landinu fengið úrskurðaðar kjarabætur afturvirkt frá vorinu síðasta og því spyr ég forsætisráðherra hvort hann hyggist ekki tryggja öldruðum og öryrkjum afturvirkar launaleiðréttingar eins og við höfum fengið og eins og fjölmargir aðrir hópar hafa fengið í íslensku samfélagi. Ef að þessi ákvörðun hefur ekki þegar verið tekin í ríkisstjórninni þá vil ég spyrja forsætisráðherra hvort að ekki sé unnið að því og hvort hann telji ekki það vera sjálfsagt réttlætismál að þessir fjölmennu hópar njóti ekki lakari launaleiðréttinga á yfirstandandi ári heldur en aðrir hópar í samfélaginu, þar með talið sá hópur sem situr í þessum sal. Ég minni á að þetta hefur verið gert áður, laun hækkuð frá miðju ári við erfiðari efnahagsaðstæður heldur en nú eru. Í dag er alþjóðadagur fatlaðra og það er viðeigandi að spurt sé lífskjör fatlaðra á þeim degi og meðal annars þá grundvallarspurningu hvort að það sé ekki skylda okkar hér á þinginu og í ríkisstjórninni að tryggja þeim hópi jafnræði við aðra þegna í samfélaginu og hvort að það sé ekki eitthvert mikilvægasta jafnræðið fyrir þessa hópa að laun þeirra hækki frá sama tíma og aðrir. Eða væri það ekki dapurlegt ef að við sem höfum fengið myndarlega launaauka inn á reikninga okkar síðastliðin mánaðamót myndum ekki tryggja þeim sem undir okkur heyra sambærilegar leiðréttingar næstu mánaðamót. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, ég tek undir það sem ég leit á sem megin innihald fyrirspurnar hv. þingmanns að það sé æskilegt að tryggja lífeyrisþegum, eldri borgurum og öryrkjum kjarabætur á við það sem okkur hefur tekist blessunarlega að tryggja öðrum hópum í þessu samfélagi á síðustu misserum, þar sem kaupmáttur hefur aukist hraðar undanfarin misseri heldur en líklega nokkurn tímann áður í sögu lýðveldisins. Og það er unnið að því núna, meðal annars með fjárlagafrumvarpinu sem enn er til vinnslu hér í þinginu, að innleiða hröðustu kjarabót sem þessir hópar hafa séð að minnsta kosti áratugaskeið á einu ári, gangi spár verðbólgu eftir. Það er svo úrvinnsluatriði hvernig þetta dreifist á tíma, en þegar við lítum á heildaráhrifin á síðustu misserum og til framtíðar, þá má gera ráð fyrir því að kjör þessara hópa muni batna jafn mikið og kjör annarra hópa í samfélaginu. Það er álitamál hvaða dagsetningar eiga að miða við og þá hvaða hækkanir til þess að ná þessum heildaráhrifum. En heildaráhrifin eiga að vera þau að þessir hópar muni eins og aðrir hópar samfélagsins njóta þess að hér er komin ríkisstjórn sem hefur tekist að bæta kjör allra, búa til forsendur til viðvarandi kjarabóta fyrir allan almenning í landinu og hv. þingmaður beri hann hag almennings raunverulega fyrir brjósti og þar með talið þeirra hópa sem hann gerir umtalsefni hér, hlýtur að fagna því að hér hafi tekist að búa til þær aðstæður að hægt sé að bæta kjör meðal annars eldri borgara og öryrkja hraðar heldur en önnur dæmi í seinni tíma sögu landsins. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helgi Hjörvar. Virðulegur forseti. Ég var ekki að spyrja hæstv. Forsætisráðherra eitthvað í framtíðinni eða á næsta kjörtímabili. Ég er að spyrja forsætisráðherrann yfirstandandi ár, árið 2015. Eiga þessir fjölmennu hópar, og spurningin er ekki flókin, hæstv. Forsætisráðherra, að fá kauphækkanir á sama tíma og við, þú og ég, frá vorinu síðastliðnu, leiðréttingu aftur í tímann? Eða ætlar forsætisráðherra að láta það viðgangast að þessir hópar
fari lakar út úr árinu 2015 sem nú er að líða heldur en flest allir aðrir hópar í landinu? Er það bara útfærsluatriði hvort að tugþúsundir manna hækka minna heldur en aðrir í landinu árið 2015 og það einmitt þeir hópar sem að búa við lökustu kjörin? Nei, virðulegur forsætisráðherra, það er réttlætismál að þeir sem að lægst hafa launin, aldraðir og öryrkjar, fái að minnsta kosti sömu hækkanir núna á þessu ári og við hin. Til máls tekur hæstvirtur forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, það er rétt sem háttvirtur þingmaður segir, þetta er ekki flókið, en hann gerir þó sitt besta til þess að flækja það. Það liggur fyrir að hækkanir, hvort sem er launa eða lífeyrisréttinda, taka mið af því frá hvaða tíma hækkanirnar gilda. Það er að segja, prósentuhækkunin tekur mið af því frá hvaða tíma hækkanirnar gilda. Séu hækkanir aftur í tíman, þá leiðir það til þess að prósentuhækkunin verður lægri en ella. Komi hækkanirnar til í framtíðinni, þá verður prósentuhækkunin hærri en ella. Þess vegna verður við að líta á það hver verður endanleg niðurstaða af kjarabótum eða hækkunum lífeyrisgreiðslna. Og þess vegna hljótum við að fagna því að það sé að takast núna á Íslandi að bæta kjör, ekki hvað síst þeirra sem að hafa haft lægstar tekjur, hraðar og meira heldur en nokkuð tíman áður. Því við skulum hafa það í huga, virðulegur forseti, að tekjubilið hefur aldrei verið jafn lítið á Íslandi eins og það er núna. Jöfnuður hefur aukist í tíð þessarar ríkisstjórnar. Vissulega þarf að gera enn betur fyrir þá sem eru með lægri tekjur, fyrir eldri borgara, fyrir öryrkja og aðra. En árangur þessarar ríkisstjórnar sýnir að það er hægt að gera enn betur og við munum halda áfram á þeirri braut.